Í þessum dæmum sem ég mun segja frá þá eru þau beintengd rannsóknum Ivan Pavlov þar sem hann var að rannsókna meltingu hunda og fann óvart út að það var hægt að kenna einhverjum að bregðast við með því að tengja það við eitthvað sem lætur þau bregðast við þannig, með því að nota viðbragðsskilningu. Óskilyrt áreiti eru sú áreiti sem við þurfum ekki að læra, þau eru sjálfkrafa. Eins og bjart ljós sem lætur okkur píra augunum eða þegar ykkur bregður þér sem veldur því að þú spennist upp. Dæmi um það í rannsóknum Ivan Pavlovs væri að matur kallar fram slef. Skilyrt áreiti, það er það áreiti sem er kennt. Þá er það áreiti sem við tengjum við eitthvað sem veldur líða okkar að breytast, miðað við hvað við höfum tengt saman. Dæmið úr rannsókn Ivan Pavlovs væri bjallan sem er hringt áður en hundarnir fá mat. Óskilyrta svarið er það sjálfkrafa viðbragð eða svar sem við höfum eins og að píra augun við bjart ljós eða að spennast upp þegar ykkur bregður þér. Dæmi úr rannsókn Ivan Pavlovs væri þegar hundurinn slefar þegar hann sér mat. Skilyrta svarið er það viðbragð eða svar sem kemur frá skilyrta áreitinu þegar það hefur verið tengt við það óskilyrta. Dæmi úr rannsókn Ivan Pavlovs væri þegar hundurinn byrjar að slefa aðeins við að heyra bjölluna. Í rannsókn minni ætla ég að taka bróður minn í smá tilraun. Ég ætla að hringja bjöllu og gera eitthvað hljóð. Í rannsókn minni ætla ég að taka bróður minn í smá tilraun. Ég ætla að hringja einhverju bjöllu eða eitthvað hljóð og svo ætla ég að gefa honum 5. Á endanum mun hann reyna að gefa mig 5 þegar hann heyrir hljóðið bara. Óskilyrta áreitið er þá að fá 5, óskilyrta svarið er þá að hann gefi mig 5, skilyrta áreitið er hljóðið eða bjallan og skilyrta svarið er þá að bróðir minn gefi mig 5 þegar hann heyrir hljóðið. Viltu nota þetta? Þannig. Nei. Á! Mummi. Þú voru að bíða afi. Þú er gefið mér það? Hún er græni. Ekki ég? Það er ekki að dingla. Þú er alltaf eitt ljós. Ætlar þú að vera eitthvað? Já, mamma! Hei, ég er smiður upp á þetta. Halló, fyrirgefðu. Nei, þú ætlir heima í fyrstu dúkkunni. Ok. Núna þurfum við aðeins að kýla þær. Mér fannst það rosa skemmtileg rannsókn og mér finnst það rosa svona áhugaverð svona kenning þessi viðbragðsskilyrðing, skilurðu. Þetta heitir Classic Conditioning á ensku. Mér finnst það svolítið svona skemmtilegt hvað er hægt að gera með þessu og hvað svona hvernig heilinn bara virkar allur. En ég ætlaði fyrst að gera þetta við litlu systkina mína sem heitir Adriana og þess vegna getur maður séð þegar ég byrja að slá í þetta þá er hann ekki með viðbrögð í byrjunni út af því að það er ekki búin að gera þessa tengingu en ég var að reyna að gera það við Adrianu en það virkaði ekki út af því að hún var að gera svo mikið allt annað og hún bara er aðeins yngri þannig að hún er ekki með svona þennan fókus þannig þá ákvað ég bara að gera þetta við aðeins eldri bróðurinn sem er aðeins meira fókus og svo fannst mér rosa skemmtilegt í endan hvernig ég
þú veist, gat bara að dingla bjöllin alveg, þú veist, bara svona nokkur sinnum og hann sett alltaf höndinu upp þótt að ég gaf honum ekki einu sinni high five tilbaka, skilur. Mér fannst það svolítið fyndið, mér fannst það svolítið skemmtilegt verkefni og ég væri bara rosa til í að gera eitthvað svona verkefni aftur. Bara, takk fyrir mig, bye.